Það algengt að kennari feli verkefni eða próf á námskeiðsvefnum og birti síðan atriði þegar nemendur mega skila. Það eru ákveðnir ókosti við þetta fyrirkomulag að birta ekki verkefni og próf á námskeiðsvefnum sem ég ætla aðeins að útskýra hér. Skiljanlega vill kennarinn samt vera öruggur með að nemendur komist ekki til dæmis í prófspurningar eða verkefnislýsingu. Það getur verið atriði í verkefnislýsingunni sem nemandinn má ekki fá aðgang að fyrir hann kemur að skilum. Kennarinn hins vegar oftast með verkefnið uppsett þannig að það ekki hægt að skila fyrir hann kemur að tilteknum degi og tíma. Þetta svokölluð tiltækt frá dagsetning og tími sem kemur bæði fram í uppsetningu verkefnis og prófs. Tiltækt frá dagsetningin og tíminn kemur í veg fyrir að nemandinn geti til dæmis skoða lýsingu verkefnis áður en kemur að skilum og nemandinn getur heldur ekki opnað prófspurningar ef það tilgreint í uppsetningu prófsins hvenær nemandinn má opna prófið og taka það. Ef ég birti nú þetta verkefni og fyrir nemanda sín, þá það þetta sem nemandinn sér. Ef nemandinn má ekki sjá verkefnislýsinguna, þá áreiðandi að stilla strax þessa tiltækt frá dagsetningu. Hún kemur fram neðst í uppsetningaformi verkefnis og prófs. Sumir velja þann kost að fela samt líka prófið eða verkefnið og ókostirnir við það eru í fyrsta lagi að ef verkefni eða próf falið þá kemur það ekki fram í námskeiðsdagatali á nemandanum. Kennarinn sér auðvitað verkefni í dagatalinu þar sem hann sér falin atriði. Nemendur þeir notfæra sér dagatal námskeiðsins til að fá yfirsýn yfir skil í námskeiðinu, skipuleggja vinnuna fram í tíman og hugsanlega gera ráðstafanir, til dæmis fá frí frá vinnu eða fá barnapössun á meðan próf og svo framvegis. Nemandi getur líka skoðað öll sín námskeið saman í sínu dagatali. Þannig fari nemandinn dýrmætar upplýsingar álagspunkta, svo dagatalið býsna mikilvægt verkfæri. Þetta sem sagt einn ókosturinn við að birta ekki atriði á námskeiðsvefnum, sem sagt út af námskeiðsdagatalinu og skiladögum sem birtast þar sjálfkrafa. Síðari ókosturinn sem ég vil nefna að þegar verkefni og próf óbirt á kennsluvefnum eða námskeiðsvefnum, þá veldur það oft óþarfa stressi hjá nemendum. Í mörgum tilfellum kannar nemandi til dæmis daginn áður hvar próf á kennsluvefnum, svona til að vera öruggur hvar á að opna prófið eða verkefnið og ef nemandinn finnur ekki verkefnið eða prófið, þá eyðir hann stundum dýrmætum tíma í að hafa samband við stoðþjónustu til að reyna að fá upplýsingar, spyr jafnvel hvernig próf sé tekið í Canvas og honum jafnvel vísað á milli fólks. Það ekki alltaf ljóst hvað í gangi, hvort þessi nemandi á til dæmis að mæta ykkur staðar og stoðþjónustan eyðir tíma í þetta. Að lokum alltaf talið best að í upphafi misseris sé allt efni, verkefni, próf og annað þegar komið á námskeiðsvefinn og sýnilegt upp að því marki sem mögulegt Það var Amalía Björnsdóttir, prófessor á menntavísindasviði sem gaf mér góðfúslega leyfi til að sýna þetta námskeið einganga megindlegum rannsóknaraðferðum. Hér allt efni tilbúið og sýnilegt í upphafi misseris. Með þessu móti fær nemandinn fljótt yfirsýn yfir vefinn, áttar sig á skipulaginu og lærir hvar hlutir eru staðsettir. Og þetta þýðir ekki að kennarinn þurfa að hafa prófspurningar tilbúnar eða nákvæma lýsingar á verkefnum, þar sem nemandinn kemst hvort sem ekki í þær upplýsingar fyrr en kemur að skilum. En að hafa vefinn allavega þannig að nemandinn sjái nokkurn veginn heildarmyndina, sem sagt hve efnismikið námskeiðið hvenar og hve oft skil og þess háttar. Eitt í blálokin, kennarar mættu sumir vera duglegir að notfæra sér nemandarsýnina. Með henni einfalt að ganga úr skuggum hvað nemandinn raunverulega sér á námskeiðsvefnum. Það hægt að ferðast á námskeiðsvefnum í nemandarsýn og skoða mismunandi hluti út frá nemandanum.
en ég læt þetta duga í bili. Takk fyrir.